Það var einmitt gott sem að Helgi Magnús sagði núna reyndar í tengslum við sko fréttir af tíðum andlátum ungra drengja. Já. Það svakalegt, við erum búin að sjá og við Ingimar þekkjum alveg nokkra sem hafa verið að bara eitt sem ég þekki ágætlega var að deyja bara svakalega sorglegt og þegar að það var frétt af einum 18 ára pilt sem að látin tæpum sólarhring eftir að hann gekk út af fíknigeðdeild Landspítalans. Elsku drengurinn maður. Svakalegt. Þá sagði Helgi Magnús á meðan monta stjórnmálamenn sig að því að henda milljörðum af skattfé okkar í transfólk í New York, göng fyrir Hamas og Gaza, að halda upp í allskyns aðfluttu hyski og velferðarkerfin okkar sem ætlar aldrei að vinna fyrir sér og fyrirlítu menningu okkar í þokkabót, svo ekki sem talaði milljardarna sem fara í spillingarhítina í Úkraínu. Það tala bara hreina íslensku. Já, ég meina þetta rétt hjá hann. Þetta forgangsatriðin, eitthvað sem þetta, þú veist, hvað voru þið lengi búin að vera í ríkisstjórn þegar þið voru búin að samþykkja dæla pening í Úkraínu? Já, bara kortir bara leiðu tóku við. Já, okkur ekki að gera þetta svona hratt með þessi mál. Helgi segir og hann gagnrýnir harðlega hvernig opinberu fjármagni varið og segir að stjórnmálafólk setja önnur mál framar en líf og heilsu íslenskar barna. Og þar hann afdráttarlaus, hann segir, hvað svo svarið þegar kemur að stuðningi við börnin okkar sem eiga bágt? Jú, það skortir fé. Já. Skammist ykkar, guðsvoluðu aumingjar og hættið að monta ykkur af manngæsku ykkar við fólk sem að kemur okkur ekki við og farið að sinna okkar. Vá, þetta bara að tala á munni. Þetta bara svakalega skýrt hjá honum og Já, ég meina þetta það sem mér finnst vanta að þetta forgangsatriði númer 1, 2 og 3 á Íslandi. Já. Það börnin okkar, skilurðu. Og ég held að þetta eru stjórnmálamenn aftur að mislesa salin. Algjörlega. Ég hef heyrt það frá stjórnmálafólki bara persónlega í svona persónulegum samtölum með svona fólki sem svona innmúrað í svona skipulag flokka og kosningabarát og svona, að það tala bara þetta málefni frósti sem að, þú veist, kjósendur ekkert að, þú veist, pæli þessu. Kjósendum, þú veist, bara, sorry to say, en þá kjósendum sama einhver börn sem þau þekki ekki neitt, þú veist. En það ekki þannig. Þarna bara mislestur á umræðinni algjörlega. Já, pældi að vera að segja þetta og samt ætlast til að við séum sama eitthvað fólk í öðru landi. En þetta segjaði við mig í prívat samtölum, skilurðu. Já. Það mislestur, það algjörlega rétt hjá þér. Þetta á bara að vera priority nummer 1. Ég held að það sé bara gefins 5-10% atkvæði, sko. Já, ég held það. En það líka vandinn orðin gríðarlega alvarlegur. Þegar að ungt fólk að hrynja niður bara hvað eftir annað, viku fyrir viku, mánuð fyrir mánuð, og þetta ungt fólk sem bara fyrir korteri síðan voru bara svona glaðleg og sæl lítil börn sem að lenda á misjöfnum ástæðum í þessum klóm fíknar og flótta undan kvíða og þunglindi og erfiðleikum, að þá eru þau bara síðan bara nokkrum árum eftir að vera sko glaðleg lítil börn, að þá eru þau bara komin undir græna torfu eftir stríðið við fíkniefnatjöfurinn sem að stjórnmálastjættin virðist vera algjörlega drullu saman. Já, sem bara meikar ekki sens að því bara þú og ég vitum báðir að almenningur og sérstaklega fólk í kringum okkur, þetta hitamál fyrir þau. Já. Og ætti að vera fyrir alla Íslendinga aðalmálið að við getum verið með þannig öryggisnet fyrir börnin okkar þegar þau fara út af spornu að teku bara eitthvað frábært kerfi við sem bara ekkert verið að spari. Algjörlega og það augljóst, við þurfum ekki að spara þegar við erum að dæla peningum í Úkraínu. Já, eins og segir einhver LGBTQ samtöki New York. Why? Algjörlega, hún hefði bara að hugsa, mér langar til að styrkja ykkur 150 milljónir en ég gera það samt ekki að því að ég ætla fyrst að nota þessar 150 milljónir í börnin heima og þurfa á því að halda. En það aldrei hugsað þannig. Nei, og svo þessi faraldur búin að vera í fleiri áratugi. Sko. Og núna hann mestur. Þetta ekki nýtt en þetta hefur hraðvest og bara að fara versnandi. Þannig að þetta eitthvað sem ég vona að miðflokkurinn fatti upp á að sé mikilvægt að taka upp á sína arma. Ég held að þú eigir að fara í miðflokkin með þetta sem aðalmálið þitt. Já. Nei, alveg er talað. Já. Þú veist, bara, ég held að það myndi bara, þú veist, einhver eins og þú allavega,
einhver eins og ég já, skilurðu, sem það er þarf með einhver að gera þetta já, einhver sem með vit á þessu ég er búin að sjá þetta bara með eigin augum, vera í kringum þetta er ekkert grín, skilurðu fólk er bara að deyja á börn algjörlega, ég er búin að taka viðtöl við fólk sem að, ég minna mannst þetta viðtalinu hérna við pappan sem að misti 2 stráka á einum degi algjörlega í svona sko, hvað kallar svona accidental overdose sem að þú veist, sem að þau voru að fikta með eitthvað örglega eitthvað fentanil blanda drast sem að þurfti bara örlítið af og þeir hættu að anda bara, þú veist og sá var skipstjóri og skipi einhverstaðar í flamska hattinum þegar hann fær símtalið með sonur hans sé látin, hann talaði við bróðir hans hinn son sinn sko, sem að koma að bróði sinum og það er stemt að því að koma skipstjóranum í land svo nokkrum klukkutíma síðar fær hann annað símtal, herðu hinn sonurinn líka látin svakalegt við erum báðið 2 sinni maður þetta er, þú getur ekki sett þig í þessi spór þetta er bara það versta sem þú getur ímyndaði maður og svo náttúrulega líka að ég held að sé algjörlega 90% fólk er á því og veit það að þetta er sjúkdómur, ekki aumingjaskapur eða whatever eða einhver mannvonska eða þú veist, eða þetta séu bara dópausar börnin hennar efu sko, þetta eru bara börn með sjúkdóm og það er bara faraldur, hvað gerðum við í COVID þegar var vírus hvað eittum við miklu pening í að stoppa það og það dó ekki, það dó fleiri á því ári úr þessum sjúkdóm heldur COVID algjörlega, þannig að maður bara hafa gert öll árin síðan sjáum til við vonum að einhverjir vakni til lífsins. Kæru vinir, takk fyrir að horfa á stuttbrot úr Harmageddon. Við minnum á, það kostar ekkert að brosa og það kostar heldur ekkert að subscribe hérna á YouTube-brásun okkar. En ef þú vilt sjá þáttinn í fullri lengt þá ferðu á broadcast.is og nærðir í áskrift. Takk fyrir.